Það núna 2 sólarhringar í þetta. Hvað Já. erum við að fara að upplifa? Ef að veðrið verður gott, þá upplifum við náttúrulega bara fegurstu sýningu sem náttúran býður upp á. Ef veðrið verður ekki gott, þá verður þetta samt sem áður einstakur og ógleymanlegur dagur. Við upplifum alveg magnaða sýningu þegar að myrkur skellur skyndilega átt á og hratt og upplifum þá saman stystu og fegurstu nótt lífsins bara vonandi. Hvernig á fólk núna á síðustu metrunum að undirbúa sig fyrir þetta? Það er náttúrulega að kynna sér tímasetningar í fyrsta lagi, hvenær þú átt að nota gleru og hvenær ekki. Það þarf ekki að nota sólmyrkvagleraugun allan tímann eins og stundum er haldið fram, heldur bara á meðan horft í átt að sólinni. Þess á milli með bara eins og hvern annan heiðskíran dag. Nú ef það er heiðskýjað, segi ég, að þá er best að vera úti svona í kringum 5:30 til 6. Því þá eru mesta breytingar eiga sér stað, þá finnum við fyrir myrkvanum og við heyrum í honum eiga sér stað og upplifum svo þessa nótt þegar hann skellur á fullum þunga. Þú lofar því að þetta sama hvernig veður verður þá er þetta einstakt. Já, sko, almyrkur og sólu eru algjörlega einstakir, líka þótt þeir séu skýjaðir. En vissulega er það svekkjandi ef við sjáum ekki dýrðina sjálfa á himninum, en upplifun er alltaf frábær og mögnuð og eitthvað sem er fyllsta ástæða til að gera sem mest úr og njóta og hafa svo bara gaman á eftir. Þannig að ég óska öllum bara notalega 12. ágúst, sama hvernig viðrar.